Fyrirlestur dagsins í dag fjallar heldur áfram að fara yfir React og við ætlum að fara yfir nokkra hluti, gera þetta aðeins meira, setja aðeins meira kjöt á beinin og ljúkum síðan eða svona byggjum upp í eitt gott dæmi sem að sýnir í raun svona heildstætt hvernig React verkefni lítur út og skoðum síðan hvernig þið vinnið svipað verkefni í verkefni 5 sem byggir ofan á í raun verkefni 4 að því leyti við erum að vinna með sömu gögnin. Nei, fyrirgefðu, ég er að gera það í dæminu, en það sem við erum að vinna með sömu gögnin í dæminu sem við förum yfir í dag, jarðskjálftagögnin sem er í verkefni 4 og síðan er verkefni 5 í raun svipað þar sem við erum að lesa gögn úr einhverju vefþjónustu og getum skoðað og svona borið saman upplifunina á því að gera þetta svona vanilla með svona nútíma tólum eins og er í verkefni 4 og síðan með React þar sem við erum með eitthvað framework sem að svona setur okkur inn í ákveðið lane þar sem við erum í raun að nota öll þessi hugtök og þessar pælingar sem að React gefur okkur. En fyrst ætlum við að fara þessi yfir svona lifecycle React components og apps og eitthvað svona hvað gerist þegar við erum að vinna með React component og hvernig tengingin við DOM-ið á sér stað og hvernig við getum síðan brugðist við og látið eitthvað kóð að keyra þegar vefurinn okkar byrjar eða þegar einhver ýtir að taka svona þetta næsta skref á eftir eventunum sem við sáum í seinasta tíma. En þetta heldur áfram að fylgja dæmunum sem að er farið yfir í documentationinu í React þar sem að er í raun tekið svona dæmi það hvernig við búum til klukku þegar að segja að þegar við þurfum í raun eitthvað þar sem að heldur utan eitthvað state og eitthvað sem að leyfir ykkur að gerast eitthvað heldur áfram, eitthvað gerist sekundu fyrir sekundu, klukkan tikkar áfram og til þess að það virki þá þurfum við að geta nota ýmis svona mismunandi hugtök. En þetta væri hugsanlega svona mest naíva leiðin, svona dúmleiðin að setja eitthvað interval sem að lætur React DOM render sem við skoðum í sensta tíma render allt frá grunni í hvert skipti sem að við viljum í raun uppfæra klukkun okkar. En þetta er náttúrulega virkar út af því að við erum við erum með JSX komponentin okkar sem er bara þetta element sem er renderað af React DOM render. Það er renderað inn í þetta root element á síðunni en þetta náttúrulega mun í raun búa til nýtt React DOM bara nýjan renderer í hvert skipti í staðinn fyrir að láta React renderinn sem var til bara í fyrsta skipti gera það sem hann á að gera sem er í raun að viðhalda og uppfæra þetta tré. Þannig að það sem við viljum í raun að gera er bara að keyra þetta einu sinni og þetta setur á stað og setur upp þessa heimsmynd sem React notar til þess að geta brugðist við því þegar við ítum á eitthvað, þegar tíminn líður eða þegar við gerum eitthvað kall í einhverja vefþjónustu eða eitthvað svoleiðis og uppfærum síðan rótin okkar og þetta á allt sem að gerast innan React. Þannig að svona gerum við ekki. En það sem við gætum gert og það sem við viljum í raun gera er í raun að aðskilja þetta frá þessu renderfalli að því leyti að draga út annað fall sem er þá þessi komponent okkar sem að þá skilar í raun þessu tekur inn einhver props hérna sem er þá eitthvað date og þá er þá new date sem er þá í raun bara tími núna og heldur áfram að tikka þessu hérna en við erum ennþá í raun með þessa að við erum alltaf að búa til nýjan renderer sem við viljum ekki. Þannig að þetta er í raun ekki endurnýtanlegt. Þannig að við viljum að klukka geti séð sjálf stöðuna sína. Þannig að við viljum einhvern veginn draga stateið sem er þetta hvaða tími er núna og hvað er í raun að gerast. Það er í raun þetta set interval að keyra sem er að uppfæra tíman og teikna það á skjáinn. Við viljum að klukkan sjá það sjálf og við viljum síðan fela það í raun hvernig við erum að uppfæra tíman. Og þetta er í raun þetta er implementation detail, við viljum færa þetta inn í komponentin
og svo sem notar klukkuna er alveg sama hvort það sé sett interval eða sett timeout eða einhver önnur leið sem er notuð til þess að uppfæra og keyra þessa klukku. Þannig að við þurfum að nota state fyrir komponentin og það er eitthvað sem við skoðum í seinustu viku. Í raun þá vorum við að taka inn þetta state þar sem við gátum verið að eyða einhverjum hlutum þannig út úr einhverjum listum. En state er þetta að nota fyrir alls konar hluti og við munum sjá aðeins fleiri dæmi það núna. En það sem við getum þá gert í raun er að taka stateið inn í klukkuna og þá segjum við hérna upp af staðan þegar einhver býr til klukkukomponentinn okkar er að setja bara hver er staðan núna, hvað er klukkan akkurat núna þegar þetta var til og skrifa það síðan út. En klukkan náttúrulega uppfærist ekki, af því að þarna er í raun ekkert sem að við höfum engar leið til þess að keyra eitthvað áfram þegar að við höfum engar leið til þess að tengja okkur inn í það að eitthvað gerist í framhaldinu. Og þá kemur inn í myndina þessar life cycle methods sem eru skilgreindar fyrir React. Þær eru þessar methods er þá í raun sérstaklega verið að tala class komponentana sem eru þá með methods á sér. En við sjáum síðan í raun hvernig við getum notað fyrir functional komponenta í framhaldinu. En þetta eru sem sagt bara vel skilgreind API í React þar sem að við getum tengst við þessar lifecycle methods og bregðast við ákveðnum breytingum sem verða til á þessu lífi class componentsins. Þannig að það sem við erum að fara yfir núna er class componentinn og við erum að gera það bara til að fá heildstætt yfirlit yfir hvernig þetta virkar, en við munum síðan að mestu eða bara öllu leyti nota functional components. En þetta samt sýnir okkur svona í raun hvaða punktar þetta eru sem að skipta okkur máli. Og þá er það til dæmis búið að búa komponentin til í DOM-inu. Er hann tilbúinn? Er hann búið að setja hann inn í DOM-ið? Er hann orðinn DOM-ready? Ef verið að fjarlægja hann, þá viljum við taka til eftir okkur. Var verið að uppfæra einhver prop á komponentinum, þá viljum við re-rendera honum. Og þetta leyfir okkur þá að keyra einhvern ákveðinn kóða og gera uppfærslu á stöðunni í komponentinum okkar eða skilja einhverjum upplýsingum á þeim tímapunkti þar sem eitthvað er að gerast. Þannig að yfirlitsmyndin er svolítið svona fyrir klasskomponenta að við erum með þessi þrjú stig sem eru mounting, updating og unmounting og svo erum við með þessi phase þar sem við erum að rendera, við erum að pre-committa og við erum að setja eitthvað inn í DOM-ið og svo getum við farið að vinna með DOM-ið sjálft. Þannig að það sem við höfum hérna er í raun nokkrar mismunandi methods sem við getum kallað í og til að byrja með þá getum við bara kallað í konstruktorinn og það gerist í raun áður en bara þegar komponentin er búin til, það er bara eins og þegar klassið er búin til, þá er í raun konstruktorinn það fyrsta sem er keyrt og þar viljum við í raun ekkert setja nema bara byrjunarstate og hugsanlega binda event-handlarana eins og við fórum yfir í seinasta fyrirlestri. Og í einhverju tilfellum erum við að nota klasskomponenta og í einhverju tilfellum erum við að gera eitthvað flókið og þá gætu við hugsanlega verið að nota konstruktorinn til að gera eitthvað þannig. En yfirleitt er það ekki eitthvað sem við þurfum og við munum ekki þurfa þessu núna. Þannig að þá getum við sett eitthvað state hérna, einhvern counter í stateið og þá er það í raun byrjunarstaðan okkar hér. Síðan fáum við kall í fall, eða ef við skilgreinum í raun component mount fall á komponentum okkar, þá er kallað í það fall þegar það er búa til DOM element fyrir komponentin og bæta komponentum inn í DOM tréð. Þannig að þá er í raun hann búinn að mounta, hann er kominn í raun á sinn stað og er tilbúinn og það er hægt að gera eitthvað sem að þarf DOM-ið, til dæmis að búa til timera með set timeout og set interval, þegar þá þurfum við í raun aðgang að DOM-inu, sækja gögn, til dæmis með því að nota fetch og þá er þetta í raun að þegar við erum komið með window, við erum komið með eitthvað sem að veitir okkur aðgang að vefumhverfinu. Og þetta keyrir sér aðeins á clientum, þannig að ef við erum með React component sem að vil gera eitthvað á servernum, sem við munum skoða í næsta tíma, er server-side renderaður, þá mun þetta ekki keyra því að þá við getum ekki sett upp
við getum ekki nota window fetch í component did mount út af því, sem sagt, í komponentum okkar ef hann á að keyra á servernum, af því að window.fetch er ekki til þar, en það eru samt sem að leiðir til þess að geta notað fetch á sama hátt, bæði á servernum og í komponentum okkar, sem er það sem maður gerir í verkefni 4. Þannig að það paradigm í rauninni þetta að nota sama fallið á sitt hvoru staðnum, það heldur áfram og er í rauninni eins í React og ef við varum ekki með React, ef við varum í einhverju öðru umhverfi. Síðan að samaskapi þá ef við búum til fallið component will unmount, þá er það fall sem er kallað í áður en að komponentin okkar er tekin út úr DOM-trénu, þegar hann er fjarlægður úr því, og þá ef við höfum búið til einhverja timera eða einhverja event handlera sjálf, manúali búið eitthvað til, þá viljum við fjarlæga þá svo við séum ekki hugsanlega leika einhverju minni eða valda einhverjum skrýtnum villum, og þá er það tækifæri til þess að taka til eftir okkur. Þá er það svona svo destructure á DOM related hluti. Þannig ef við viljum búið til einhver timer með class component, þá getum við sett hann upp þegar við fáum kallaði component did mount. Síðan þá getum við haldið utan eitthvað ID á timeendum okkar, og síðan þegar við komponentur okkar fjarlægur, þá hugsa út í að við erum búin að skipta einhverja síðu eða það er búið að íta okkur taka sem að fjarlæga komponentin okkar, að þá viljum við fjarlæga þennan timer. Og þá erum við komið með það sem við þurfum til þess að geta uppfært þennan counter okkar ef við erum að nota class component. Að við getum þá búið til timerinn í component did mount. Við getum látið þá þennan timer keyra á sekundu fresti, og í hvert skipti sem hann keyrir þá erum við að setja nýtt state sem er þá bara dagsetningin á þeim tímapunkti sem að timerinn keyrir, sem er þá alltaf sekundu áfram inn í framtíðina, og ef við síðan fjarlægum komponentin, þá getum við slökkt eða fjarlægt timerinn þannig að hann hætti að keyra. Síðan er render eina fallið sem við verðum að útfæra, og það er í raun bara skilgreining hvernig komponentin birtist með því að skila frá sér JSX tré sem að getur þá verið að lesa gögn úr props sem að koma þá inn í komponentin, eða sem er state sem er eitthvað sem að komponentin heldur utan sjálfur, eins og til dæmis timer, dagsetningarnar sem eru uppfært með intervalinu. Og það er það þannig að renderfallið, þegar við setjum þetta inn í React DOM render, þá passar það upp á að búa til tréið okkar út frá fyrsta komponentnum, og hver komponent í trénu sem er með eitthvað state sem er uppfært, sama hvort að það er í gegnum kall í vefþjónustu sem er beðið eftir og svo klárast, og þá er uppfært eitthvað state sem setur gögnin inn í stateið, og þá er keyrt aftur þetta renderfall. Þannig að þar er uppfærslan á komponentunum keyrð þegar state uppfærist. Og svo eins og við fórum yfir í sensta tíma, þá er þetta reconciliation sem á sér stað, að React athugar, það er einhver partur af trénu er að uppfærast, það breytist state í þessum clock component. Þessi clock component, hann vísar í einhvern annan sem er eitthvað clock phase component, þess að birta eitthvað, ef við varum með einhverja flóknari, einhverja analog klukku sem var þyrft að teikna, og þá þurfum við að rendera út þetta hluttré frá þeim komponent sem á state. Og þarna er alls konar einhver trikk sem að React notar til þess að athuga hvað megi fjarlæga og hvað þurfum ekki að fjarlæga, hvað þurfum að snerta á og hverju þurfum ekki að snerta á. Og þá þetta hluttré uppfært, og þá breytist staðan niður á við. Þannig að það breytist eitthvað state, og allt sem kemur neðan frá þeim komponent þar sem þetta state breytist, það þarf að re-renderast að einhverju leyti. Og þá er það jafnvel þannig að það er bara öllu hent, og komponentin er bara re-renderað að öllu leyti aftur með öllu því hluttriði sem að því fylgir. Og það er það hratt að við tökum ekki eftir neinni breytingu. Það er ekki svo að við tökum eftir í allt einu hverfur klukkan, svo birtist hún aftur og sekunduvísin er búin að fara með eitt tikk, svo hverfur hún og birtist aftur. Það gerist þetta það hratt að við nemum ekki þessar breytingar. Út af því bara að breytingarnir eru líka það snjallar, og svo lengi sem við fylgjum þeim
því hvernig á að skrifa komponenta, við erum ekkert að eiga sjálfur dommi eða eitthvað svoleiðis, að þá gerist þetta allt bara smooth. Og render ætti þess að vera hreint fall. Þá á alltaf að skila sömu niðurstöðum fyrir sama inntak og á ekki að breyta state. Þannig að render ekki að fara að gera einhverja breytinga á stateinu, að þegar ef við erum að rendera út af því að stateið breytist og við breytum stateinu út af því að stateið breytist, þá búið til endalaus lúpu þar sem við erum bara að re-rendera og setja í gang nýtt re-render út af því að breytum stateinu og fáum bara endalaus lúpu þar. Þannig að render bregst við breytingum á stateinu eða á breytingu á inntakinu sem þá props sem koma inn frá einhvers staðar ofan, sem þá einhver komponent fyrir ofan okkur í trénu sem hugsanlega breytist eitthvað state í og þá trigger það re-render niður. Þannig að þá þetta gögnin flæða niður og við í gegnum React tréð. Það sem við ímynda okkur eitthvað tré og rótin í raun yfirleitt eitthvað svona app eða eitthvað svoleiðis eins og við sáum aðeins í semstu fylgistri og skoðum nána núna. Og svo breytist einhvers staðar eitthvað og þá renna gögnin niður tréð og breyta því og uppfæra það sem við á. Og síðan alls konar fleiri methodur sem við getum notað. Þær eins og should component update, við getum sagt component þú átt að uppfæra eða ekki út frá því hvaða props og hvaða state að koma inn. Þá getum við borið saman og gert eitthvað og græja eitthvað. En þetta verður oft frekar svona flókið og svona svolítið erfitt að lesa út úr. Svo getum við skoðað einhverjar breytingar áður en við uppfærum og breytingar eru settar inn í DOM-tréð eða við þurfum að gera einhverja mjög núansa eða við þurfum mikla stjórn á því hvernig DOM-ið okkar einhvern veginn sett upp og component did update, þannig að þegar það búið að uppfæra hann þá getum við gert eitthvað þegar búið að uppfæra DOM-ið, þá getum við tekið þetta snapshot og við getum gert eitthvað til að bera það saman og þetta þurfum við ekkert að nota ef við séum að fara út í eitthvað svona mjög flókna hluti eða hluti sem þurfa að vera mjög performant eins og við erum að fara að búa til einhverja graphics komponenta og erum að útfæra það sjálf, við erum ekki að nota eitthvað library í einhverja komponenta sem að sjáum þetta fyrir okkur, þá þurfum við að díla við þetta. Þannig að þetta eitthvað svona sem að þið parkerið bara í þekkingunni einhvers staðar og kíkið á seinna ef til þess kemur. Síðan búið að fjarlægja og deprecata alls konar methodur og þá þetta út af því að React teymið aktíft að reyna að einfalda þetta mental model sem maður þarf að hafa til þess að búa til og vinna í React. Og það alltaf verið að reyna að einfalda API-ið án þess að missa styrk þess, eða gera það einfalt en ekki minna powerful. Og það sem gerðist þarna fyrir nokkrum árum þessa paradigm breyting af því að fara úr því að nota þessa klasskomponenta sem að höfðu þessar lifecycle methodur yfir í það síðan að nota aðra leið til þess að gera þetta sem að hún getur alveg verið flókin en hún getur líka verið einfaldri og það í raun færri konsept og það minna að vera. Það eru færri methodur sem við þurfum að muna, við þurfum ekki að fletta jafn oft upp í documentationinu, áttu að nota get snapshot before update eða should component update eða eitthvað svona, hvað í raun rétt til þess að gera heldur í raun að þetta að nota hooks til þess að hooka sig inn í þessi lifecycle method og þá í raun hverfa bara flest af þessum eða bara þá hverfa allar þessar methodur og aðalega erum við að nota eitt fall sem use effect og það virkar þannig að það framkvæmir þessar hliðaverkanir eða þessi side effects í functional component. Þannig að við erum einhvern functional component sem að tekur inn einhver props, veitir einhverju state en renderar eitthvað út og renderar alltaf það sama út fyrir sömu propsin en þarf að hafa einhverja leið til þess að geta uppfært og keyrt og gert einhverjar hliðaverkanir. Og þar getur þess að verið að sækja gögn eða breyta DOM-inu eða eiga við einhverja DOM API sem við getum ekki nota deklaratíft og þar notum við use effect til þess að segja þegar eitthvað gerist
eða á, þú veist, þegar þessi komponent er búin til, eða þegar eitthvað breytist, þá vil ég að þetta keyri og þá gerist eitthvað. Og þetta svona hjúpar component did mount, component did update og component will unmount sem eru svona þessi aðal methodunar í einu. Og þetta er síðan sett öðruvísi upp undir húddinu í hvernig React sér þetta, og þetta blokkar ekki, það er ekki jafn mikla líkur á þetta blokki sem sagt main þráðin sem er að keyra, þannig að við getum og fáum í raun meira responsive UI, þannig að við getum gert hluti sem að myndu í klasskomponentum að öllum líkindum valda því að það gæti eitthvað laggað, við getum lent í því að við ítum okkur takka og hann svarar ekki á þessum tímapunkti út í eitthvað annað er að keyra. Þarna getum við í raun fengið svona besta úr báðum heimum, að við getum verið með við getum gert þessar uppfærslur og við erum með einfaldara svona forritunarmódel með þeim nota þessu hooks. Af því að áður fyrr þá þurftum við alltaf að í raun þegar það þurfti að nota state eða þurfti að nota eitthvað svona lifecycle methods og við vorum með eitthvað functional component, þá þurftum við að refactora hann yfir í class component. En useEffect í grunninn keyrir eftir, eða fyrir þetta að vera fyrir, ekki eftir, fyrir hvert render. Þannig að alltaf áður en við varum að render eitthvað út, þá keyrir useEffect. Og við getum komið í veg fyrir það með þegar skilgreina þessar dependency og fyrir hvert useEffect sem við notum, og við erum ekki bundin við það að nota bara eitt useEffect fyrir hvern komponent, við getum nota fleiri. Og ef við notum useEffect til þess að skilgreina eitthvað eins og timer eða timeout, að þá skilum við falli úr useEffect fallinu okkar sem er þá tiltektarfall eða svona cleanup. Og það gerir þá það sama og component will unmount gerir. En þessi dependency er þá þannig að það er einhver hliðarverkun sem við keyrum og við vitum til dæmis að hún þarf bara að keyra einu sinni og hún þarf ekki að keyra aftur fyrir hvert render og þá getum við sett inn dependency sem fylgi af breytum sem effekt fallið hérna, sem er það sem að sjálft side effectið eða hliðarverkunin hver hún byggir á. Þannig að ef að eitthvað af þessum gildum í dependencies fylgin okkar hefur breyst, þá keyrir þetta aftur, annars ekki. Og það þýðir þá að við getum í raun sent inn tómafylkið og það þýðir að það mun aðeins keyra einu sinni sem er fyrir fyrsta render og ekki aftur, af því að það dependar ekki á neitt, þannig að það keyrir einu sinni og svo er það búið. En það mun samt sem að taka til eftir sig ef að það er í raun einhverju skilað einhverju falli þegar komponent er fjarlægt úr dominu. Og þá er þetta til dæmis svona ideal case fyrir eitthvað eins og sækja gögn með Ajax. Þannig að við viljum náttúrulega ekki að fyrir hvert render á komponentum okkar að við farum einhverja klukku og þá séum við ný gögn sótt eða einhver íti okkur takka og þá séum ný gögn sótt. Ef við eigum þessu gögn þá þurfum við ekki að sækja það aftur. En hins vegar gæti verið ef við myndum íti okkur takka sem myndi segja sækja næstu síðu eða sækja fersk gögn eða eitthvað svoleiðis og þá getum við verið með eitthvað gildi inn í dependency fylkin okkar sem að uppfærist á þegar við ítum okkur takka. Þannig að þá er í raun þessi dependency fylki með breytur sem eru yfirleitt í statein okkar eða í propsunum okkar. Þetta er síðan svolítið svona áhugaverð leið, þetta að búa til svona functional komponenta sem eru svona hreinir, svona hreinföll, en hafa leið til þess að skilgreina hliðarverkanir. Og það er alveg möguleiki, sérstaklega þegar maður er að byrja að nota þetta á að maður gerir mistök og jafnvel þá maður er búin að nota þetta lengi, svo ég yfirleitt rek mig á það þegar ég er að gera eitthvað svona nýtt og flókið eftir að hafa ekki notað hooks í einhver tíma að ég ger einhverja mistök. Og þá er í raun til þetta ESLint reglusafn React Hooks sem er í raun bendir manni á þessa hluti sem eru þá aðalega með að brjóta þessar reglur húkana, rules of hooks, eða ef við gerum eitthvað sem að gæti valdi villum. Þá er það oft á tíðum eitthvað tengt í hvernig dependencyinn okkar eru, hversu oft við erum að re-rendera, að þegar við getum óvart verið að rendera of mikið eða gera einhverja hliðarverkanir sem þarf ekki fyrir hvert re-render. Þannig að
þá getum við bara verið að einfallega bara vera með sóaða CPU cycle sem eru út af því að við gerðum eitthvað vitlaust. Þannig þá í raun þetta ESNID reglusafn hjálpa manni mikið við það bara muna eftir hvernig þetta og þegar maður er að byrja hverjar reglurnar eru. Og þetta fylgir með Create React App, þannig að við þurfum ekkert að setja það sérstaklega upp. Þannig að þegar við förum núna að nota þessa hooks, þá erum við höfum baktryggingu á því að við ekki að gera einhverju algjöru vitleysu. Þó svo það sé náttúrulega bara fullkomlega eðlilegt þegar maður er að byrja. Allavega. Þannig að núna erum við búin að taka og skoða hvernig við getum hookað okkur inn í fyrir class komponenta og fyrir functional komponenta og gert eitthvað brugðist við því þegar það er verið að búa til komponentan okkar. Þannig að við getum þá búið til klukkun okkar og þá getum við með class component búið til timerina í componentin mount, fjarlægt hann í component will unmount og haldið síðan utan state og allt það sem komponentin þarf innan komponentsins. Þannig að við í raun notum set interval en þeir sem nota klukkun okkar eða komponentin okkar er alveg sama. Þetta er í raun bara einhver kontrakt þarna sem er í raun þú sendir mér þessi props og ég skila þér einhverju hlut eða ég rendir eitthvað tré sem gerir eitthvað, ég birti klukku eða eitthvað annað. Og þá höldum við þessu highly cohesive og loosely coupled hugtaki og við sækjum vísun í komponentin okkar, við notum hann í trénu okkar hvað sem við þurfum hann og við þurfum ekki að vita meira en í raun hvaða props viðkomandi komponent tekur við, svo er hann bara birtur. Við þurfum ekki að fara inn í hann og vita nákvæmlega hvernig implementationið er. En ef við ætlum að nota svona functional component, þá notum við useEffect, n, það er alltaf n, að set interval og set timeout eru svona með imperative API. Við þurfum að segja set timeout sem að segir búðu til þetta timeout. Við þurfum að segja hvernig það er gert. Og clear timeout og það virkar ekki vel með useEffect. Þannig að hérna er afskaplega góð grein frá honum Dan Abramov sem er í React core teiminu og er sá sem er svona mest vókal í React teiminu og er svona kannski andlit þess út af við. Hann er með langa og góða grein það af hverju hook useEffect og set interval og set timeout virka ekki vel saman í byrjun en fer í raun í gegnum það skref fyrir skref hvernig við getum búið til okkar eigin hook sem að gera þetta fyrir okkur og hvernig í raun að sú útfærsla í lokin ef við spoilum þessu þetta er svolítið betri en sú sem að við myndum nota annars af því að við getum í raun þá að við getum þá í raun notað þennan nýja hook sem verður til sem að er það voru nú bara þessi trommur sem er þá use interval hookur sem að við setjum inn og þá erum við með eitthvað set count og þannig erum við í raun deklaratíft að segja notaðu interval, settu þetta delay og ef við breytum því þá sér hookin þessi custom hook okkur það að breyta því þannig að við getum breytt delayinu líka án þess að breyta við þurfum ekki að fjarlæga við þurfum ekki að segja ég ætla að breyta delayinu ég ætla ekki að vera að gera þetta á 1000 millisekundum fresti ég ætla að gera þetta á 500 millisekundum fresti ef við erum með imperative API þá þurfum við að segja set interval á 1000 geymdu þetta ID ég ætla að breyta í 500 clearaðu þetta interval búðu til nýjan sem er með 500 geymdu það ID og svo frammeins sem við ætlum að breyta það þurfum að segja nákvæmlega skref fyrir skref hvað þarf að gera segjum við bara ég vil interval sem á að gerast á einhver delay einhverjum millisekundum og mér er alveg sama í raun hvernig það er útfært ég bara segi það sem ég vil ég segi ekki skref fyrir skref hvernig á að gera það þannig að ef við skoðum þá hvernig þetta lítur út að þá erum við með þessar tvær útgáfur við erum með class clock og clock og class clock er þá í raun að nota class component og þá séum við hérna setjum við prop types sem segir að við viljum frá time zone inn sem props sem á að vera strengur og við tökum við því sem í raun
heiti á timezone-inu út frá þessum timezone database nöfnum. Síðan erum við með state sem segir þetta byrjunarstaðan á klukkunum minni. Þetta notar sem sagt member breytu til þess að state þetta í staðan fyrir að gera þetta í konstruktornum. Svo segjum við þegar komponentin komin inn í DOM-ið þá búum við til timerinn okkar. Þegar hann fjarlægur þá fjarlægum við timerinn okkar. Og það sem við viljum að gerist á 1000 millisekundar fresti að setja tick, þar sem við setjum þá í rauninni þetta nýja state okkar hérna. Og við það í hvert skipti sem við uppfærum þetta, þá gerir render aftur. Það les út timezone sem við erum að nota, sem er sent inn, og skrifar út með þessu toLocal string í staðlaðafallinu fyrir date, fyrir íslenskt lokal og fyrir timezone okkar skrifar út hver klukkan. Þannig að þá getum við sendt inn og sagt þetta Reykjavík klukka, þetta New York klukka og þetta Los Angeles klukka. Þá fáum við sem sagt í raun þessar 3 klukkur og það tikka áfram og við sjáum klukkan núna 15:32, hún 10 í New York og hún 7:30 í New York og hún 7:30 morgun í Los Angeles. Og klukkan fyrir neðan blessunarlega sýnir nákvæmlega það sama því þetta eru bara 2 útfærsluleiðir til þess að leysa sama verkefni. Og það þá að gera þetta sem functional component. Og þá verður í raun kóðun okkar svona. Þannig að við getum borið saman í raun þetta tvennt. Og 44 línur hérna, 17 línur hérna. En við erum að svindla smá út af því að við erum að nota þennan use interval hook sem í raun fjarlægir þetta complexity hérna sem í raun að gera allt þetta hérna. En kosturinn við það það að við erum búin að útfæra eða við erum með þennan hook hérna og við þurfum ekkert að spá í honum meira. Við getum bara sett hann og nota hann í projektinu okkar og hann bara hérna og hann leyfir okkur þá að nota deklaratíft þessa interval. Og það sama hérna. Við búum til stateið með new date. Við notum set date hérna til þess að uppfæra stöðun okkar á 1000 millisekundar fresti og við törnum í raun því hver klukkan Það er þetta smá hérna til þess að hafa þetta svona sanngjarnari samanburð, það ætti að vera svona. Og svo getum við skoðað þennan interval hook hérna og hann svo sem ekkert langur. Í raun kjötið hérna einhverjar 15 línur að kóða. En til þess að skrifa þessar 15 línur á kóð þarf að vita hvernig þessir hooks virka og þá hvernig useEffect og useRef hookin virka. Þannig að ef þið viljið dýfa tánum enn dýpra ofan í þetta hooks og alveg sjá og fá tilfinningu fyrir hvernig þetta virkar, þá þessi grein fyrir skref yfir það hvernig við gerum þetta. En talandi useRef, þá eru sumir hlutir sem að við gerum fyrir utan React og nota imperative API og það getur til dæmis verið að við þurfum að kalla eitthvað open eða close í staðan fyrir að geta sendt is open true sem nú að segja ég vill að þetta verði opið eða ég vill að þetta verði lokað og meðan hérna segir ég vill, nú ég að kalla í fallið sem segir þér að loka þessu. Það ekki lokað þessu, þetta á að vera lokað, mér saman hvernig, þetta lokað þessu. Þetta bara svona, ég held að reyna að hamra á þessu imperative versus deklaratíft og þetta getur til dæmis verið þá hluti sem við getum hreinlega ekki sagt eins og við input, við getum ekki sagt þú átt að fá fókus núna. Við verðum að segja bara fókus. Þetta input sem þessi nóða sem ég með vísun í á að fá fókus núna. Sama með vídeó. Ég get ekki sagt elementinu vertu, ég vil þú kveikir aðra einhvern veginn. Ég þarf að segja play eða pause. Og þetta síðan fyrir mörg svona animation library eins og eitt sem mjög stórt og mikið notað sem heitir GSAP. Þar þurfum við mikið að nota þetta að grípa einhverja nóður og svo þarf að taka þá nóðu og þá þarf að keyra eitthvað animation og það fer í gegnum þetta GSAP animation library sem þarf alltaf að hafa vísun í DOM elementið.
Þannig að við þurfum að geta náð í vísun í DOM-element og þá ref leið til þess og það er hægt að nota ref fyrir annað en þetta er einhver vísun í eitthvað sem er ekki state. Það er ekki eitthvað sem breytist og birt í útlitinu. Þetta er eitthvað sem við þurfum vísun í til þess að geta gert einhverja hluti þannig baka tjöldin. Þegar við erum að nota functional components þá notum við use ref hookin og við segjum þá bara búum okkur til input ref hérna því við ætlum að nota þetta að tengja við eitthvað input og það segjum við bara use ref null og það er byrjunargildið. Síðan finnum við þessa nóðu og segjum í rauninni ref attribute sem er eitthvað sem að React kann á tengir þetta ref, þessa breyti okkar við nóðuna. Þannig að þá í rauninni heldur React utan þetta samband þarna. Þannig að DOM elementið og breytan eru í synki og þá getum við sagt hérna ref, input ref og þá er þetta komið. Ref er ekki svipað koncept og query selector að því leyti að query selector í raun segir við dokumentið núna vill ég að þú gefir mér öll element sem eru með þetta þennan class eða þennan CSS út frá þessum selector. Þarna erum við að segja að við erum bara tengja beint við, þannig að þetta er meira eins og við myndum fá kæra document query selector eða reyndar get element by ID sem ef þið munið eftir því úr webfront-unni skilar okkur node og node er node list sem er svona lifandi hlutur sem þýðir að ef eitthvað breytist í DOM-inu þá uppfærist sú breyta. Þannig að það er viðhaldið þessi tenging og þetta er svipað á það í frekar. En við sjáum dæmi eftir það sem skýrist vonandi aðeins hvernig við notum þetta. Og þegar við erum komið þessa breytu þá vitum við að hún er tengd með því að það er komið current attribute sem er ekki false í. Og þá allir þegar þetta er tilbúið þá er input ref.current verður þá í raun bara DOM elementi sjálft. Við bara fáum aðgang á öllu því sem því fylgir. Og þetta er svona, já, þetta eru sértæk tilvik þar sem við notum þetta. En ef við erum að skrifa komponenta sem allir komponentar eru með ref, þá erum við að gera eitthvað vitlaust. Þá erum við ekki að gera þetta svo React vill að við gerum þetta. Þá erum við hugsanlega að halda í einhverja svona imperatíva hugsun. En ef við skoðum aðeins hvernig þessir húkar virka, þá sérlega þessir ref húkar, þá erum við með dæmi vistu þetta bara. Við erum með eitthvað app sem keyrir og við skulum fjarlægja bara þessi fyrstu tvo og meðan við erum að skoða þetta. Þannig að núna er ég með þennan title changer component og það sem hann gerir er að hann er með einhver teljara sem er haldið utanum í state Það er síðan það sem er skilaðir í raun þetta sem segir okkur bara hversu oft ég er búinn að klikka á einhver takka. Þegar ég klikka á takkan þá hækka ég counturinn 1. Og svo er með einhvern annan takka sem setur eitthvað annað state sem er þá í raun bara eitthvað annað. Það skiptir okkur ekki í neinu máli. Það er bara það að þegar við breytum þessu hinu stateinu þá re-renderum við út af því að það er reglan. Þegar state breytist þá re-renderum við. Þannig að ef við byrjum núna og við ítum opnum konsolið og keyrum aftur þetta upp, þá fáum við fyrst render app, þannig að ef við skoðum þetta saman, hlið við hlið, þá er það eitthvað sem er skrifað út render app. Þannig að þetta er það fyrsta. Þetta komum við inn, þessi komponent, hann renderar og við í raun fáum bara þetta er skrifað út. Síðan er þessi title changer component, hann er búinn til, hann er settur inn í DOM-ið og við sjáum það er skrifað út annað state, other state sem er tómistrengurinn og síðan höfum við eitthvað use effect og þá er fyrsta render, mun aldrei keyra aftur. Erum við að nota ref öðruvísi en að við erum að nota þetta fyrir eitthvað sem er ekki state til þess að halda utan hvort við séum búin að rendera eða ekki. Af því að ef við myndum segja first render væri use state og við myndum setja state ég er búinn að rendera sem set þetta væri has rendered, set has rendered og if
has rendered set has rendered true og þetta false og sjá, hvað erum við hérna? Þá í raun kemur hérna villa. Þannig að núna erum við að segja hérna without a list of dependencies, this can lead to an infinite chain of updates. To fix this, has rendered as a second argument to use effect hook. Ok, þannig að ég get sett hérna dependency fylki hérna og núna get ég keyrt þetta og ef ég keyri hérna það kemur samt ekki if has rendered, en það false sjá, byrjum við false og það eitthvað, það keyrir ekki hérna þannig að þetta byrjum við hvað ég að klika hérna já, herru, við skulum ekki eyða tími í þetta núna til þess að öll þessi óundirbúin dæmi þannig að þegar við gerum þetta hérna þegar við gerum þetta hins einn og ef ég gera það rétt þá í raun fáum við í raun endalaus lúpa þegar í raun hvert skipti sem ég breyti breytunni þá rýrendra ég þar sem ég hérna og það í raun þessi endalausa lúpa sem að hérna húkurinn var að benda mér á eða þess að ESLint húkurinn var að benda mér á þannig að allavega hana þannig að hér erum við síðan með annað effekt sem að þarf í raun að eiga við DOM element sem að eða eiga við eitthvað sem í DOMinu sem með imperative API sem þá í raun að breyta document title við getum ekki sagt, það engin komponent sem að leyfir okkur að í raun breyta honum án þess í raun að segja á einhverjum tímapunkti document.title þannig að það sem við gerum hér er að segja use effect sem að breytir þá titlinum á síðunni í hvert skipti sem við ítum á takkan. Þannig að þá sjáum við hérna uppi að það er ekki bara það uppfærist hér, það uppfærist líka hérna uppi. Og þá sjáum við hérna að effect keyrði í hvert einasta skipti sem við ítum á takkan. En núna ef ég íti núna á eitthvað annað state hérna, þá sjáum við í raun að effect keyrði líka. Út af því að það keyrir í hvert skipti sem eitthvað state breytist. Það sem við getum þá gert er að bæta við dependency array hérna sem segir að þetta effekt á aðeins að keyra ef að count breytan uppfærist. Og þá getum við uppfært þetta hérna og effektið að keyra og svo keyrir við eitthvað annað þá fáum við bara breytinguna á þessu öðru state. Síðan ef við hérna gerum þetta svona og reloadum þá uppfærist stateið en effektið keyrir aldrei aftur út af því að það sett með tóma og þá kemur react hérna eða ESLint breytan inn í og segir það verið að vísa í count inn í þessu effekti en þú ert ekki með það í hérna dependency arrayinu þannig að annarkvort skaltu fjarlægja þetta og láta það keyra bara við hvert rýrender eða að tilgreina að þetta eigi að dependa á það sem verið að nota innan fallsins. Þannig að svo hinn tvö dæmin í raun að við erum með hérna eitthvað focused text input þar sem að ég vil í raun geta sett fókusin inn í þetta hérna text input og þá íti ég á þennan takka og þá fæ ég fókusin og þá það í raun með því að nota input ref hérna sem að bundið við þetta input. Þegar ég ít á takkan, þá segi ég inputref.current, þannig að þá í raun þessi nóða til hérna inni. Þannig að við gerum svona og sjáum hvað að gerast hérna. Þá fáum við hérna í raun vísun í DOM-nóðuna og getum í raun gert þær breytingar sem við viljum á henni. Og hún hérna staðsett hér. Og við getum þá sett fókusinn þangað inn. Síðan erum við með hérna stóru kanínuna og hún við viljum að vídeó spilist þegar að ég set músinu yfir, þegar on hover en
til þess að geta gert það þá þurfum við að hafa eitthvað ref í vídeo þegar við þurfum að geta í rauninu sagt play og pause á því. Þannig þá notum við eitthvað ref sem við bindum þá við vídeoelementið og síðan erum við með hérna, on mouse over og on mouse out sem eru í rauninu föll eins og on click og on change og alls konar svona on hjálparföll sem að React skaffar okkur. Þegar við förum með músuna yfir elementið þá segjum við play. Þegar við förum með músuna út af þá segjum við pause. Þannig getum við notað búið til í raun komponent sem við getum notað deklaratíft. Við getum sendt inn eitthvað hérna, eitthvað annað og við getum hérna falið í raun og látið þetta imperative API sem að vídeoelementið með. Við getum falið það á bakvið inn í þessum komponent. En við skulum taka okkur pásu núna og byrja aftur klukkan 15:55.